Þá erum við aftur komin hérna borð í Ambassador og höfum verið að skoða hvalinn alltaf meðan við förum í land í hinn einslegin. Við erum komin með hana Arney til okkar núna og þú ert nú í þessu húsnæði sem við vorum að skoða áðan þið með ykkar skrifstofu. Já. Hvað getur þú sagt okkur frá þessum samningi? Þetta var svolítið skemmtilegt deiti og fólk var ánægt með þetta. Þetta var rosa gaman, vel sótt hjá okkur og við vorum að fagna því að Eyþing, Vaðlaheiðargöng, menningaráðið Eyþings, Nýsköpunarmiðstöð og Ferðamálastofa og við Markaðsstofu Norðurland. Svo vorum við að flytja saman í þetta dásamlega sögufræga hús hérna á gömlu kaupfélagsskrifstofunnar á Akureyri og við vorum líka skrifandi grænareiti, samning sem að þýðir það í raun að við ætlum að fara að vinna með vistvænum hætti, að hugsa samfélagið og umhverfið í okkar störfum og húsið var hannað þannig og við svona pössum upp á prentkostnað og reynum að nota vistvæna samgöngumáta og svona hitt og þetta. En hvaða máli skiptir það að þið séu öll saman þarna í húsnæði núna? Það er alveg ótrúlega mikilvægt. Þá fáum við svona ákveðin suðupott bæði á milli okkar starfsmannanna sem eru þar inni og líka bara þeir sem eru að koma og sækja þjónustu eru ofta að fara á nokkra af þessum fyrirtækjum og geta bara samnýtt ferðina og það eru oft þeir sem eru að koma kannski við á Ferðamálastofu, þeir eru að koma við hjá okkur af því við erum í húsinu. Það er mikill bensínsparnaður líka og það er ennþá grænna fyrir vikið. Það er mjög gott fyrir viðskipti. En hins vegar þá líka getur nú ýmislegt gerst bara á kaffistofunni þegar fólk fer að setjast niður og spjalla því að þessi verkefni væntanlega tengjast. En stóra spurningin sem þú hugsanlega getur ekki svarað, kemur KEA-skiltið upp? Já, það gerir það. Koma. Ég get ekki svarað því en við ætlum okkur það og vonandi fáum við það í gegn. Við erum nú ekki búin að fá loforð um það en við erum svona búin að fara margar hringi með hvað þetta hús er kallað og þetta eru gömlu KEA-skrifstofurnar í hugum allra. Það er mjög erfitt að setja eitthvað annað nafn á húsið. Þannig að mótorskiltið allavega fer niður og við höfum eftir að sjá hvaða nafn við fáum að setja hann. Margir rótgrónir Akureyringar sem verða mjög glaðir að heyra þetta. Já. En við ætlum að tala aðeins sumarið framundan. Við vorum nú aðeins að skoða hvað væri að vera á Íslandi í sumar hreinlega og það er eiginlega alveg ótrúlegt. Það er varla dagur laus og helgar þéttsetnar af hvort sem það eru bæjarhátíðum, íþróttaviðburðum, tónlistarhátíðum og guð má vita hverju. Hvernig leggst sumarið í ykkur í ferðaþjónustubransanum? Það er bara mjög gott sumar framöndan. Við spáum 15–20% aukningu í erlendu ferðamönnum eins og var í fyrra. Það er orðið bara mjög vel bókað hjá flestum og var það strax í maí og síðan erum við að fara að vinna því að hvetja innlendu ferðamennina til þess að ferðast betur, þar að segja ferðast svona á fleiri staði, prófa einmitt allar þessar bæjarhátíðir og fara á staði sem þeir hafa kannski heyrt en aldrei keyrt. Margir til dæmis hafa ekki keyrt Vatnsnesið, skoða Hvítserk, hafa alltaf ætlað sér það en fara aldrei hringinn. Þannig við viljum að reyna að hvetja innlendu ferðamenn í þetta og líka til þess að ferðast á vistvænan máta, hugsa umhverfið og hugsa samfélagið, eyða peningunum sínum á þeim svæðum sem þeir eru að heimsækja, ekki endilega nesta sig upp áður að leggja stað, heldur að fara á svæði, bara kaupa sér minjagrippi, kaupa sér afþreyingu eða þjónustu, prófa surfing eða rafting eða hestaferð eða hvalaskoðun eins og hérna með Ambassador, bara aðeins að prófa að vera útlendur ferðamaður á Íslandi. Við höfum svolítið talað um það að fólk er einhvern veginn klárt með veski þegar það fer til Spánar og til í að borga formúu fjár til að fara inn í skemmtigarði og garða og annað en þegar það er að ferðast Ísland þá á einhvern veginn að gera það algjörlega á 0 krónur. Já, það er einhvern veginn í bara viðhorfinu að við förum alltaf á sömu staði og einhvern veginn ætlum að gera þetta bara ódýrt og kannski vera bara í tjaldi og kaupa okkur grillkjöti í bónus sem er ágætt líka en prófa kannski að taka helgaferð. Svolítið sem að geta togað það út af þjóðvegi 1 alltaf í smá stund. Já. Keyra bara, prófa að fara til dæmis að skoða nýja útsýnispallinn á Langanesinu, á Fondi, skoða þar Stórakarl og fuglalífið þar. Prófa, eins og ég sagði áðan, fara í rafting. Hver hefur prófað það á Íslandi? Við förum að kaupa það í útlöndum. Og prófa að fara í sleðaferðir, bara allt þetta skemmtilega. Og heitu laugarnar okkar, Grettislaug. Náttúrupassar. Já. Það er aldeilis búið að vera mikil umræða þessa blessuðu náttúrupassa sem að virðist fara fram og tilbaka og enginn hvorki skilur upp né niður í nema kannski einhverjir. Ég allavega skil ekki alveg hvernig þetta á að virka eða ekki virka. Hvernig er þitt viðhorf til náttúrupassa? Okkar viðhorf á Markaðsstofunni er það að við styðjum við náttúrupassan og við erum á móti gjaldtöku bara fyrir það að skoða náttúruna. Það er að segja að við viljum að menn byggja upp þjónustu og rukki þá fyrir hana en ekki bara fyrir að hleypa manni að náttúruperlunum. Við viljum meina að við eigum ákveðin rétt til þess að skoða náttúruperlurnar. Þannig við styðjum við náttúrupassan og það kemur ekki fyrir inn í haust frumvarp hann því var frestað og þá í því frumvarpi þá er gert ráð fyrir gjaldtöku á bæði innlenda og erlenda ferðamenn. Það er ekki hægt að gera þetta án þess að rukka líka innlenda ferðamenn og
það eina sem hægt að gera það að setja afslátt fyrir innlenda ferðamenn, þannig að maður getur keypt sér náttúrupassakort, hvernig sem það lítur svo sem út fyrir 5.000 kall fyrir 5 ár. Þannig að þetta 1.000 krónur á árið þá fyrir innlenda ferðamenn, en verður 3.000 minnir fyrir erlenda ferðamenn á ódýrasta og svo 4 og svo 5 eftir hvort lengi. Þannig að ef þú ert núna að fara bara í Dimmuborgir eða eitthvað annað, þá ert ekki að fara að verða rukkaður eða hvað? Nei, þú ert ekki að verða rukkaður, en það reyndar áform gjaldtöku í Mjóasveit við Námaskarð og Leirhnjúk á að fara að rukka og kemur í ljós svona það byrja næstu 10 dögum hvenær þeir byrja og það ekkert alveg ljóst hvort þeir rukka bæði erlenda og innlenda ferðamenn en það allavega áform að rukka 800 kall inn á hvort stað. Þetta búið að vera ægilegt vesen og rosalega umdeilt. Var illa staðið að þessu öllu saman? Nei, þetta bara, það svo margir ólíkir hagsmunir sem koma að og það svo mörg sjónarmið, ferðaþjónustan hefur eitt sjónarmið, landeigendur kannski annað, ríkið enn eitt, sveitarfélög annað og það þarf að púsla þessu öllu saman og það bara sást kannski best í nefnd sem var sett upp náttúrupassa. Ég held að þetta sé bara einn stærsta nefnd í sögunni, 25 manns sem komu sem fulltrúar sinna hagsmuna aðra. Þannig að þetta bara erfitt að koma sér saman og það í rauninni ekki enn komin lending nákvæmlega hvernig þetta verður gert. Og það eru umræður núna hjá ferðaþjónustunni hvort að náttúrupassin verði rétta leiðin eða hvort að gistináttaskatturinn gæti orðið einhver leið sem að menn myndu horfa á. En svona þetta ætti að koma allavega í ljós í haust. Þannig að það eru margar hugmyndir á lofti og margir að velta þessu fyrir sér. Já. Og margir að vinna í þessu. Margir að vinna í þessu, en allavega eitt alveg klárt að það er verið að tala skatta á flugið. Margir sem segja að það sé bara einfalda lausnin, en við styðjum það ekki vegna þess að þá þarf að skattleggja innanlandsflugið líka. Og það er þá bara orðinn landsbyggðarskattur. En þetta eins og hvalaskoðun og fleiri, hverjir eru vaxtarbroddarnir og tækifærin, hvar liggja þau í ferðaþjónustu? Er hvalaskoðunin eitthvað þar til dæmis mæta valla innlendir ferðamenn? Nei, það er mjög lágt hlutfall af innlendir ferðamönnum. Það er náttúrulega mjög miklir möguleikar til vaxtar með erlenda ferðamenn fyrir hvalaskoðunum fyrirtækin. Og ég held að með bara ákveðni kennslu fyrir innlenda ferðamenn aðeins að bara virkilega að við leggjumst á innlenda ferðamenn og svona biðlum til hans aðeins að skoða sig hérna, þá getum við náð þeim inn í þessa afþreyingu sem erlendi ferðamenn að kaupa. Og fyrirtæki kannski sem að selja afþreyingu núna fyrir erlenda ferðamenn, þau eru kannski lítið að fókusa á innlenda ferðamenn, vegna þess að það er það mikið að gera á sumrin, það er bara nóg að gera hjá mörgum á sumrin í erlendu ferðamenn og kannski minni þörfa á þessum innlendu. En hins vegar þá sjáum við á svæðum þar sem er minna að gera með erlenda núna. Ef við fengjum innlenda ferðamennin, þá er hann að byggja upp aftur atvinnugreinina fyrir síðan meiri heimsóknum frá erlendis frá. Og við sjáum það kannski best hérna á Akureyri að innlenda ferðamennskana vetri til, skíðaferðalangarnir sem koma að sunnan, þeir hafa í rauninni gert okkur kleift að vera að byggja upp vetrarferðaþjónustu fyrir erlenda ferðamenn. Þannig að það koma þá upp gistiheimili og hótel og veitingahús og alls konar afþreying. Og bara opnunartími. Og er ekki Íslendingur líka besta markaðssetningin fyrir þessa viðburði og þessa stætti frá? Ef Íslendingur fer að prófa hvalaskoðun og fer að tala hann og segja frá, þá er hann virkilega markaðssettur. Það var að fara að selja þetta á barnum. Það var að fara að selja þetta. Og líka bara ef hann er að prófa eins og það kemur mörgum óvart að það eru 100 staðir sem þið geti borðað á bara á Norðurlandi. Sem þið geti valið Það er 100 staðir. Það er ótrúlega mikið úrval. Mér líður stundum þess að séu 100 staðir bara í miðbæ Akureyrar. Þannig að þegar maður fyrir að velja sér hádegismat. Og útlendingurinn, hann vill spyrja okkur hvað er best að borða. Þannig að það er mikilvægt að við prófum. Algjörlega. Við ætlum að heyra aðeins betur í þeim sem er að stýra ambassador hvalaskoðunarskipinu og fá að vita aðeins meira um þann bransa. En við ætlum að hins vegar að þakka þér fyrir komuna og hvað við ætlum að sjá eitthvað. Já, við ætlum að sjá myndband frá honum Robba, kitesurfing. Hann er búinn að vera að stunda það sem er svolítið í takt við hvað er þetta að fá túristum til að gera. Hann er búinn að vera að kitesurfa bæði á snjó og sjó. Við sjá stutt myndband frá honum. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes, so that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over.
carrying the weight of the world. But I only have 2 hands. Hope I get the chance to travel the world, but I don't have any plans. Wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up